Sumar þjóðir eiga bæði gull og geimsteina. En hvert okkar gull hérna á Íslandi? Okkar gull jarðhitinn, heita vatnið okkar. Auðlind sem við hugsum kannski ekki svo mikið dagsdaglega, en hún eitt af því sem ég elska við Ísland. 90% af húsum á Íslandi eru hituð með heitu vatni. Það kemur heitt vatn hérna inn í ofnana og hitar húsin og svo sama vatn oft notað aftur til þess að hita innkeyrslur, bræða snjóinn þar eða bræða snjóinn af göngustígum og það dæmi góða nýtni, góða auðlindanýtingu. Skoðum þetta aðeins saman, kíkjum upp í Hellisheiðarvirkjun. Sjáu þið rörið hérna bak við mig. Þetta dæmi innvið sem flytur heita vatnið. Í virkjun eins og hér á Hellisheiðinni þá raun að veru tekið kalpa og hitað upp með jarðhita. Svo það heita vatn sent í gegnum svona pípu, í gegnum svona rör til borgarinnar beint til að hita húsin okkar, sundlaugarnar, gangstéttirnar og allt hitt. Við nýtum líka þessa ótrúlega mikilvægu auðlind til að framleiða rafmagn. En 30% af rafmagnsframleiðslu Íslands kemur frá jarðhita, mjög há hita. Og hér við stödd í vélarsal Hellisheiðarvirkjunar þar sem sjáum á þetta ferli allt saman í byggð. En af hverju jarðhiti á Íslandi? Ísland staðsett á svokölluðum heitum reit, þar sem alveg ótrúlega mikil eldvirkni. Og í ofanálag Ísland staðsett á flekaskilum, á milli Evrasíuflekans og Norður-Ameríkuflekans, á milli Evrópu og Norður-Ameríku í raun og veru. Og þessir tveir flekar að færast í sundur 2 cm á ári og það eykur þessa virkni alla saman því að þar kemst mikill hiti og hraun upp og við sjáum þessi flekaskil byggjast hérna þvert í gegnum landið og þar sem flekarnir að fara í sundur, þar það mikill hiti að það hægt að framleiða rafmagn með betri hætti eða auðveldari hætti. En fyrir utan flekaskilin, þar hitastigið lægra og þar yfirleitt verið að nota jarðhitann til að hita beint, hita húsin okkar, hita sundlaugar, til að hita baðlón, sumarvetur, vor og haust. Á mörgum svæðum á landinu síðan hægt að sjá jarðhitann í beinni. Þegar maður keyrir svæðið hér á Hellisheiðinni eða heimsækir svæðið til dæmis í kringum Svartsengi, þá sér maður ólík fyrirtæki sem tengjast jarðhitanum á sama stað. Þetta fyrirtæki eins og gróðurhús, þetta fyrirtæki sem að fanga koltvíoxíð, þetta baðlón eins og Bláa lónið dæmum. Þetta ólík fyrirtæki sem mynda svokallaðan auðlindagarð og þau að nýta jarðhitaauðlindina á ólíka vegu. Og þetta, gott fólk, þetta eru okkar kísildalir. Við notum jarðhitann þegar í svo margt. Þið þekkið örugglega hérna grænmetið, kryddjurtirnar, lampasalatið, agúrkan, allt ræktað í gróðurhúsum á Íslandi. Svo meira þess að til bjórar, jarðhitabjórar, salt sem nýtir jarðhitann, snyrtivörur sem þið þekkið mörg hver, sem að nýta steinefni og nýta bara heita vatni í gegnum gróðurhúsin. Og síðan eru til dæmis verið að vinna steinefni líka bara beint úr jarðhitavatninu. Þannig að það má segja að við séum bókstaflega að borða jarðhitann. Og talandi að borða jarðhitann. Við ræktum meira að segja banana með jarðhitanum. Pælum að segja því. Við erum líka að nýta jarðhitavatn í fiskeldi og í þurrkun á fisk á Reykjanesinu. Þannig að jarðhitinn kemur að matvælaframleiðslu á Íslandi á svo ótrúlega marga vegu. Og hér hægt að gera miklu meira í að efla nýsköpun, rannsóknarstarf og skapa fleiri fyrirtæki og verðmæti til þess að fá sem mest út úr þessari mikilvægu auðlind með sem minnstri nýtingu. Því að þó að jarðhitanýting hafi minni að mengandi áhrif en til dæmis það þegar við erum að nota kol eða olíu, þetta miklu hreinni orkugjafi, að þá hefur nýtingin áhrif á landslag, það hefur áhrif á náttúru
Jarðhitinn er líka það sem að gefur náttúrunni oft þessar ótrúlega fallegu litapalettur sem við sjáum í fjallshlíðum, til dæmis í landmannalaugum. Og það er þess vegna sem við viljum alltaf vera að hugsa að búa til sem mest verðmæti úr allri þeirri jarðhitanýtingu sem við förum í, til þess að við séum að raska sem minnstu af okkar fallegu náttúru. Hérna fyrir ofan þar sem ég átti heima í Selárskörfinu eru hitaveitu tankar hérna á vegum Veitna, en þetta eru mikilvægir hitaveitu innviðir í borgin okkar. Þessi hitaveitu þróun byrjar í kringum 1900. Það er í kringum 1908 sem það er bóndi í Mosfellsdal sem finnur leið til þess að tengja bæinn sinn við heitt vatn úr hver sem er nálægt honum. Síðan eru fyrstu holurnar í Reykjavík boraðar í kringum 1930. Þá er lögð svona hitaveitulögn 3 kílómetra til að hita Austurbæjarskóla og Landspítalinn er dæmi aðra byggingu sem var þarna alveg í byrjun og þannig þróaðist þetta áfram. Hér fyrir aftan mig er vinnuvél sem stundum er kölluð verðmætasta vinnuvél Íslandssögunnar. Ég leyfi mér að kynna gott fólk, gufuborinn Dofra. Af hverju er hann merkilegur? Jú, hann er merkilegur vegna þess að hann kom til landsins árið 1957, leysti þá af minni bora, en þessi eina vinnuvél boraði yfir 130 jarðhitaholur allt land og á stóran þátt í því að við njótum þess að ylja okkur við heit heimili í dag. En ég segi nú bara takk Dofri. Við höfum verið að skoða jarðhita hér á Íslandi, en eitt af því sem er merkilegt er að við höfum verið að flytja út þessa þekkingu víða. Í Afríku, í Kenía og Eþíópíu kannski skýrasta dæmin. Í Kína auðvitað helling. Við höfum átt aðkomu í Nýja-Sjálandi, í Austur-Evrópu, í Ungverjalandi, Mið- og Suður-Ameríku alveg helling. Þannig að við höfum komið mjög víða við. Ef þið viljið vita meira jarðhitann, tengjast honum betur, þá hvet ég ykkur til að heimsækja Hellisheiðarvirkjun. En það er frábært að gera það til dæmis með krökkum. Það er ótrúlega skemmtilegt svona barnahorn hér og svo eru sýningar, hægt að skoða ólíka steina og raunverulega kynnast jarðhitanum í beinni. Önnur hugmynd fyrir þá sem að vilja tengjast jarðhitanum betur er að ganga hitaveitustokkin. En inn í stokknum er pípa sem að ferjar heita vatnið til margra íbúa hér á höfuðborgarsvæðinu. Þið séð stokkinn hér. Ef maður gengur niður hann alla, þá endar maður í Elliðaárdalnum, en þar er gufuborinn Dofri staðsettur og þar eru líka leiksvæði fyrir börn, þar sem eru heitir gossprungur sem einmitt nýta heita vatni líka. Ég vona að þessi stutta yfirferð jarðhitann hafi fengið ykkur til að hugsa meira mikilvægi hans. Af hverju hann skiptir máli fyrir okkur og fyrir komandi kynslóðir. Það er kjarni málsins. Ef þér fannst þetta áhugavert og vilt vita fleiri gull- og geimsteina Íslands, þá hvetið þið til að koma með okkur spora í ferðalagið og fylgja mér hér.